Nú ætlum við að skoða útreikninga varðandi laun og tekjuskatt í töflureikni. Ég er búinn að setja upp hérna ákveðið dæmi. Ég er búinn að skrá inn hérna það sem við þurfum að reikna. Gefa okkur tvær launatölur, 369.000 og svo 1,5 milljón. Hvoru tvekja eru á mánuði. Og við ætlum að nota töflureiknin til þess að reikna þetta fyrir okkur. Ég er búinn að skrá hérna þær prósentutölur sem að koma inn. Ég á að vísa eftir að skrá þarna eina, skráum hana betur á eftir. En þegar ég ætla að reikna lífeyrissjóðinn, að þá get ég látið töflureiknin reikna það fyrir mig. Ég ætla hér að reikna lífeyrissjóðinn fyrir Andrés og þá slæ ég á sama sem, get síðan valið reitin sem ég ætla að nota, sem er þessu tilfelli þessi hérna, með músinni. Svo íti ég á stjörnu sem að þýðir margföldun og íti síðan á þennan reit hér og þá margfaldar hún þetta saman. Hér stendur 4%, töflureiknirinn kann að breyta því í 0,04 áður en margfaldar, þannig ég þarf ekki að gera neitt meir. Ég fæ bara töluna. Hlunnindi eru 0, skattstofnin er þá, og nú íti ég á sama sem aftur því ég ætla aftur að reikna. Áðan notaði ég músina og smelt á reitina, nú ætla ég að nota örvatakana, sjáðu þið. Fletti upp, ég ætla að gera þennan mínus þennan, því ég verð að draga frá það sem ég borgi í lífeyrissjóð, þetta er ekki penningur sem ég fæ, og bæti síðan hlunnindunum við, sem í þessu tilfelli eru 0. Svo þegar ég er búinn að ræða svolítið saman, þá íti ég á enter og þá reiknar töflureiknirinn þetta fyrir mig. Þegar við förum að reikna skattin lendum við í smá brasi með töflureiknin. Ég get farið út í mjög flóknar formúlur til þess að láta hann reikna þetta fyrir mig, en það er í raun heppilegast að reikna þetta bara með vasareikni. Það er að segja skattstofnin sem er þessi tala hér. Ég þarf að reikna 35,04% skatt af fyrstu 336.916 krónunum. Þetta er meir en það, þannig að þá reikna ég það fullt hérna. Þá íti ég á jafndog þessi krónutala sinnum þessi prósentutala. Og nú gerist svolítið skemmtilegt sem ég ætla að sýna ykkur, sem við getum stundum nýtt okkur. Ef ég smelli á þennan reit, þegar ég ætla að gera alveg það sama hér. Hér er ég búinn að reikna að eftir að ég dreg 336.916 sem er þessi tala frá þessari hérna tölu, þá er ekki nema 17.000 eftir. Þannig ef ég smelli hérna og séu að það er kassi hérna, ef ég fer með bendilinn hér í, íti á og dreg þetta niður, þá reiknar hún sömu tölu, þar að segja, munið ég gerði þetta sinnum þetta, þannig að þessi tala er þetta sinnum þetta og þessi tala er þetta sinnum þetta. Ég þarf aðeins að vanda mig hvenær ég geri þetta, því að ef ég er að nota reiti sem eru annar staðar þá getur þetta farið allt í vitleysu, en þegar ég er að nota reiti sem eru svona hlið við hlið er þetta ekkert mál. Síðan ætla ég að reikna út hvað þarf hann að borga í laun samtals. Þá get ég ítt á jafndog og plúsa þetta allt saman, eða valið merkið sem er autosum, og þið þurfið, það er svona eins og skrítið e-merki, en ég ætla að slá þetta inn svona núna, pluss þessi reitur pluss þessi reitur hér. Þannig að þetta er allur skatturinn. Að vísu kemur persónuafslátturinn til frádráttar, við skoðum það aftur eftir smá. Þannig að laun mínus skattur, þá þarf ég að taka skattstofnin, launin eins og þau voru, og draga skattinn frá. En persónuafslátturinn, ég þarf að bæta honum við. Hann er 54.628 á mánuði. Þá tek ég í raun, ég ætla að fá í þennan reit ætla ég að setja að bæta persónuafslættinum við. Og það gerir ég svona með því að margfalda þessa reiti saman D12 og C13, og það skiptir einhver máli hvort ég nota örvatakkana til þess að velja reitina eða bendilinn með músinni.
Stéttarfélagsgjald er alla jafna 1% og hér þarf ég því að finna 1% af brúttolaununum, ekki laununum sem ég fæ þegar ég er búin að bæta við persónuafslætti. Þannig að þá ætla ég að gera hérna sinnum 1% og nettólaunin eru þá það sem ég fæ með eftir að ég reiknaði persónuafsláttinn mínus stéttarfélagsgjaldið. Þannig af 369.000 króna launum fæ ég 280.680 útborgað. Nú ætla ég að gera þetta eins hraðar hérna. Hér þarf ég að sækja tölurnar aðeins lengri í burtu, sjáðu. Hlunnindin, við skulum aftur gera ráð fyrir þau 7,0. Hér gerum við þetta mínus 60.000 pluss hlunnindin. Og ég get sýnt ykkur hérna, ef ég segi allt í einu að hlunnindin séu 50.000, þá breytast allar tölunar. Þá reiknar töflureiknirinn þetta fyrir mig upp og nýtt. Sjáðu því. Það er nefnilega snildin við töflureiknina. Ef við erum búin að stilla hann rétt upp, þá getum við breytt tölunum. Og ég geti breytt til dæmis prósentutölunum hér, að þá myndi það reikna þetta upp og nýtt. En hér erum við með laun í öllum flokkunum, sjáðu því. Ég var búin að reikna fyrirfram að hann fyllir þetta skattþrep, hann fyllir þetta skattþrep líka, það er að segja laun frá 336.916 upp í 945.873 eru 608.957. Síðan laun sem hann er með umfram 945.873 eru 494.127 og ég nota sama triksið áðan og við leggjum þetta síðan saman. Þetta eru svolítið hærri tölur en áðan. Skattstofnin mínus skatturinn. Við fáum aftur persónuafsláttinn, þannig að ég þarf að gera hérna jafnt og þessi tala pluss persónuafslátturinn, finna 1% af heildarlaununum og síðan þarf ég að draga hérna jafnt og draga stéttarfélagsgjaldið frá. Þannig að sá sem með 1,5 milljón, hann fær 906.617 krónur útborgaðar. Og þið sjáið, það er eitt sem ég ætla að benda ykkur á í þessum tölum sem er pínumerkilegt. Ef við skoðum hérna af þessum 600.000 þá borgar hann 226.000 en hér af innan við 500.000 borgar hann 228.000. Hann borgar meira því að þessi prósentutala er umtalsvert hærri heldur en þessi. Þannig að ef maður er með mjög háar tekjur þá er maður farin að borga hlutfallslega meira í skatt, þar að segja hærri prósent af laununum. En það er eitthvað sem að stjórnvöld á Íslandi telja við hæfi og svo sem ég ætla ekki að hafa skoðun á því, en þeir sem að hafa hærri laun eiga vissulega auðveldara með að borga örlítið hærri skatt.